Halló olíuvinir, það er komin apríl, ég ætla að tala um fríolíurnar í apríl hérna núna við ykkur á þessum miðvikudegi. Nýkomin frá París, skrapp til Parísar um helgina, keypti miðan korter í hérna Vá gjaldþrotið á góðu verði, fór að hitta vini, var á vinnufundi á alla helgina, meðal annars með Artemis, hérna mömmunni okkar allra í Young Living og Gitti Larsen sem er samstarfskona mín. Og hefur verið að hjálpa mér líka hérna, að vinna með Young Living og er að vinna með Young Living. Kannski fyrir það sem að svona flestir sjá ekki en er bara gull hjá Young Living og það er að geta haft í raun og veru tekjur af því að vinna með Young Living. Ok, við ætlum að tala um olíurnar sem eru fríolíurnar í apríl. Og fyrir þá sem eru kannski svona frekar nýir og skil ekkert í þessu, fríolíur, hvað eru þessar fríolíur? Já, það þýðir í raun og veru bara það að Young Living er að umbuna hérna viðskiptavinum fyrir það að kaupa vörurnar. Og í fyrsta lagi þá umbunar hún þeim sem eru í tryggðarviðskiptum með Essential Rewards, eða tryggðarviðskipti. Hún umbunar þeim þannig að þeir fá gjafaolíu fyrir 120 PV með því að panta fyrir 120 PV og PV er bara svona gildi á vörunum, gildi umfang, þetta er svolítið sambarilegt við bara hérna evrurnar en oftast nær aðeins hærra á flestum vörum. Þannig að hérna 120 PV geti verið kannski svona 110 evrur í svona flestum vörum. Og svo kemur vaskurinn alltaf vona á sem ein vaskurinn og sending kemur í einu gjaldi, í einni upphæð á reikningnum ykkar. Og fyrir flesta sem er að kaupa fyrir 15.000, kannski 15 til 20.000, er vaskurinn bara algjörlega eðlilegur, virðisaukaskattur og tollmeðferðargjöld og sendingagjaldi hjá frá Young Living er bara frekar lágt. Það er ekki nema að maður sé að kaupa mjög litla sendingar, 50 til 100 PV, að maður þarf kannski svona að hugsa sig býtu já, borgar þetta sig. En ef maður kaupir einstaka sinnum 200 PV eða 250 PV, það borgar þetta sig algjörlega, maður getur alveg keypt minni pantanir inn á milli vegna þess að það jafnast út. Virðisaukaskatturinn er bara niðurgreiddur þegar maður er að panta meira og bara minna niðurgreiddur eða hérna eðlilegur þegar maður er að panta minna. Stundum þegar ég er að tala og segja einhverja bölvaða vitleysu en ég vona að þetta hafi komið rétt út hjá mér. En allavega, ég ætla að tala sem sagt vörurnar sem eru fríar núna og ég ætla bara að segja ykkur að ég er alltaf með svona fullan poka eða svona rúmlega hálfan af svona poka í handfarangrunum mínu þegar ég er að ferðast. Og núna var ég bara með handfarangur þannig ég þurfti að hafa bara líka varalitin og tannkremið og allt í hérna pokanum mínu. En það sem er alltaf með mér er auðvitað piparmintan og piparmintan er gjöf núna, 5 ml piparminta fyrir þá sem eru í Essential Rewards. Og hvað gerir maður við piparmintuna? Jú, bara ég nota hana rosalega mikið, eins og ég hef sagt mörgum hérna á einhverju oft, bara ég set hana hérna á handabaki og sleik hana til að fá svona ferskan andardrátt og svo er hún náttúrulega bara frábær til að setja hérna aftan á hnakkan, jafnvel til að setja 1 dropa hérna ofan á höfuðið ef maður er þreyttur í höfðinu. 1 dropa inn á höfuðið er eins og bara höfuðið léttist mörg kíló. Hún er náttúrulega kælandi, opnandi og maður bara finnur það með prófar hana. Og það er ekki hægt að eiga of mikið af piparmintu og ef maður á of mikið elskar hana ekki, þá getur maður gefið fólki svona litla piparmintu flösku ef maður fær piparmintuna núna og áfullt af piparmintu. En svo er það 190 PV sem er næsta skref og það eru olíur sem heitir Myrtle, kannski ekki margir sem hafa kynnst henni, Myrtle, og Peace and Calming sem er náttúrulega bara ein elskaðasta hérna blanda í Young Living. Ég ætla að tala fyrst Myrtle, kemur hérna frá hérna jurtum sem vaxa miðjar á hafinu, Sardínu og Korsíku og þar. Hún er óbóðslega létt, hún er svona létt og opnandi. Hún er hluti af Endoflex olíublöndinu vegna þess að hún er góð fyrir skjaldkirtilinn, góð fyrir hormónastarfsemina. Hún hefur líka oft verið notuð fyrir
lungun og svo hún fyrir einhverja svona erfiðleika með húðina, þurra húð eða einhver svona húðvandamál hefur hún gagnast vel og bara líka fyrir svona ójafna húð eða sem sagt mislita húð, þannig að má nota hann í húð á húðina og þá má blanda hann í VAF6 og bara búa til sitt húðserum eða hvað sem maður vill gera. Dásamlega falleg, létt svona blanda, svona pínulítið svona í átt við eukalyptus en samt svona annar tónn. Ég elska þessa olíu. Hún eina biblíuolíunum. Biblíuolíu og þessi af því hún gull, mín olía, úr biblíuolíukittinu. Myrtle. Og svo náttúrulega peace and calming, friður og ró. Þetta náttúrulega bara olía sem flestir elska. Hún var búin til svolítið fyrir börn sem voru óróleg, svo náttúrulega hjálpaði þeim að einbeita sér betur, þannig hún er alveg frábær fyrir þá sem vilja svona meiri fókus. Hún hjálpaði mann einhvern veginn að sofa dýpra og betur. Við höfum mikið sítrusolíu mínu sem er bara gleði og hamingja. Alla sítrusolíur hjálpa okkur að sjá lífið í bjartara ljósi. Já, líka æðisleg í sturtus, bara þú gerir þín eigin sturtusápu, ekki slæmt að bara fá þessa dásamlegu lykt inn í sturtuna og á húðina. Þannig að þetta setja hana í bæði sturtusápu og líka svona body lotion. Það eru sítrusolíur í henni, maður vill ekki fara með hana í sól. Ok, svo er það 250 PV, þá er það Ravind Sara og Purification. Ravind Sara er líka olíu sem að kannski ekki allir þekkja og hafa prófað. Líka blanda sem ég hef notað mjög mikið sérstaklega þegar ég var með börnin mín heima vegna þess að hún er góð fyrir lungun og öll mín börn eru með þessa svona veikleika inn á lungun og öndunarfærin eins og svo fylgir svo oft bláum augum svona slím viðkvæmni inn og slím sogakerfið og mikið slím í líkamanum oft. Þannig að hún er bara fyrir lungun og hún er líka hægt að nota hana fyrir húðina. Kemur líka frá Madagaskar, segir góð bara, já, fyrir healthy looking skin, fyrir til að svona fá ljóma á húðina, hægt að nota hana í húðina. Hún er svona pínulítið líka skyld eukalyptus, svona fyrir öndunarveginn, alveg dásamleg. Og svo er það Purification 15 millilítra. Þess að fyndi með Purification sem elska hana, sem setja hana bara í úðana sinn á morgnana þeir vakna og vilja bara vakna við Purification. Sumir elska hana ekki. Ég ætlaði að fá herbergisfélaga minn í París til að koma með Purification því ég elska að hafa Purification þegar ég er á hótelherbyggjum af því að hún eyðir lykt, tekur í burtu alla lykt sem er og það er oft svona, ef það er einmitt svona einhverju ilmstangir í hótelinu bara, ég get dáið. Og þá seti bara Purification og hreinsa loftið en vinkona mín, hún getur, þá bara finnst ekki Purification góð, hún bara alls ekki að fíla hana og tók hann ekki með, svo við vorum ekki með neina Purification, ég vil alltaf hafa Purification þegar ég er að ferðast. Jæja, Purification er náttúrulega bara hreinsandi, já, og það sem ég gerir við hana, ég set hana í hreingerningar, blönduna mína heima er best hreingerningarspreyið. Og ég nota hálfan tappa cirka af þessu hér, frábæra þvottaefni, í svona 250 millilítra flösku, svo setið slattadrópum á þessu og líka aðeins eitthvað fleira, en það var auðvitað eftir bara að nota það sem maður vill. Nota það sem þér finnst skemmtilegt, það sem þér finnst gott, lemon, peppermint, Purification, lavender eða hvað sem þér finnst skemmtilegt og ég ætla að segja ykkur að þessi brúsi er líka til svona risastór. Næstu því 2 lítrar. Fyrir þá sem er að bíða eftir þvottaleiginum fyrir þvottaefni fyrir taugið, að þau eru ekki verið til núna, þá er þetta að búa til
bara hreingerningarblöndu fyrir hérna þvottavélina, eins og í þetta, þessi brúsi er núna tómur. Ég geti tekið þetta hér, sett slatta á þessu þvottaefni, þessu í þetta hér, sett smá matarsóda, sett smá lemon og fyllt upp með vatni og búið til minn eigin hreingerningarlög. Þannig að þetta er nefnilega bara svo sniðugt og gott að eiga svona flöskur, auka flöskur. Heyrðu, svo er það 350, kemur Journey On og Aroma Ease. Ég ætla fyrst að tala um Aroma Ease. Jæja, hvað er við skilað hann eftir? Jæja, Aroma Ease er bara blanda af svona, svolítið kryddolíum, alveg æðislega bara fyrir magan, til að hjálpa manni með magan, róa magan, maður er á ferðalögum eða borðar og mikið, svolítið svona bara eins og litla systir Digise. Þannig að hún er æðislega fyrir manni líður ekki nógu vel þar sem maður er búin að borða. Svolítið svona mynta í henni, fennel og eitthvað svona gott fyrir meltinguna. Líka hægt að setja hana bara á öxlirnar og nudda öxlirnar og nudda líkamann. Og ég vil svona bara setja hann í baðið. Ok, og svo er það Journey On. Journey On, ég elska Journey On. Hún er blanda af, hvað var það? Það var Dreamcatcher, Immu Power og, hvað var hitt? Ein blanda í viðbót. Og Copaiba og það er piparmynta og kanill. Þetta er blanda til að hjálpa okkur að gefa okkur hugrekki til að horfast í augu við áskoranir en líka að horfast í augu við tækifæri. Áskoranir og tækifæri, hún er til að svona búa til einhvers konar harmóni við okkur og umhverfið. Þannig að þetta er líka svona masterblanda sem var búin til að Gary Young fyrir ferðina sem hann ætlaði að fara í og ferðina kannski sem hann fór svo í. Til að fara í ferðalög og við erum alltaf á einhverju ferðalögum, hvort sem það er í líkama eða andanum eða að vinna með okkur sjálf og að kljást við áskoranir að vaxa sem manneskja og það er einmitt það sem Young Living gefa okkur svo stór tækifæri. Svo er það Blue Tansy sem er á 10% afslætti núna í apríl og Blue sjáiði. Hún er sko búin að lita tappan á flöskunni minni. Blue Tansy er geggjuð fyrir húðina. Þetta setja hana í VAF 6 og nuddinni á húðina. Ég ætla bara að setja smá í lóa minn. What? Þetta smá bara VAF 6 í lóan og svo smá, alltaf mikið VAF 6. Ég dropa af Blue Tansy. My goodness. Hvað er þetta? Það er svona mikið blátt, sko. Það er svona mikið blátt. Hendurnar mínar eru alveg bláar. Ja. Þannig að þetta getur það gert á kvöldin. Það er ótrúlega gott fyrir húðina. Bara látum eins og það sé kvöld. Og ég ætlaði að gera meira. Ég ætla bara að vera svona fín núna. Ég reyna með krukku af Epsom-salti. Bara þetta er svo fallegur litur og þetta gerir svo margt skemmtilegt með þetta. Það ætla ég að setja í þetta Blue Tansy, búa til svona smá baðsalt. Ég veit ekki hvað þarf maður að dropa. Og bara því að Valor er líka með Blue Tansy og svo til að fallega og bara gefur manni hugrekki og þol. Ég setja líka smá Valor. Ég getur líka sett til dæmis Myrtle. Af því hún er svona dásamlega fín fyrir húðina. Við fyrir alls konar húðvandamál. Þannig ég ætla að setja Myrtle líka. Ó, hún er gul. Ó, þetta er ótrúlega flott. Svo ætla ég að setja VAF 6.
Þannig að þá býr maður til svona blátt skrúp. Vá. Ég veit ekki hvort ég sjá þetta, þetta er sko hérna hinum megin. Þetta er alveg geðveikt. Þannig að nú er þetta bara búið að blandast hérna í olíuna, þetta bláa, fína. Oh my goodness. Þannig að maður getur náttúrulega bara gæti sett smá lavenderblöð og blóm út í þetta. Út til eitthvað rosa skemmtilegt. En allavega, sjá sem ég var með hérna. Svona er þetta. Nú erum við búin að sulla hérna, búin að fá húð treatment, bara húðmeðferð. Og ég ætla bara að segja ykkur að á laugardaginn er Young Living dagurinn og kannski bara út allt land, þannig að þið fylgist með á ykkar svæði, þið sem eru hérna fyrir í Reykjavík, eru svo hjartanlega velkomin í Yoga Sjala, Skeifinu 7, klukkan 1 opnar húsið á laugardaginn, klukkan 1:30 byrjar formleg dagskrá, við verðum með fræðslu, það verður kannski kynningar á einhverju nýju vörum, það verður svolítið áhersla á húðina og heilsuna og svo ætlum við auðvitað að taka smá öndun og pínu okkurlítið jóga, hvað sem allir geta gert, það er enginn að vera hræddur við það, að þetta er bara á miðhæðinni í Yoga Sjala, í litla salnum bara þegar þú kemur inn, upp fyrstu tröppurnar og svo verður bara eitthvað hressingar í boði og rosa skemmtilegt, kostar bara 1.500 krónur fyrir meðlimi og þið getið boðið vinum ykkar frítt, það er frítt fyrir vini. Og verðum með startpakkan, þeir sem vilja kynnast Young Living, gott tækifæri til að koma og hitta okkur og hitta ykkur. Og við ætlum bara að eiga dásamlega fínan og ilmandi, góðan, heilsusamlegan dag. Hlakka til að sjá ykkur.